Charismatic. Í dag köfum við ofan í þessa hugmynd sem virðist vera allstaðar, að það taki nákvæmlega 21 daga að breyta lífi sínu. Já, þessi tala dúkkar upp endalaust. En er eitthvað að bak við hana? Er þetta, raunverulega taugavísindi eða er það bara einhver klisja sem hefur farið á flug? Einmitt, við ætlum að skola það. Heimildirnar okkar fara ofan í saumana á þessu, alveg frá upprununum og yfir í sálfræðina. Og þær setja fram 5 mjög skýra reglur sem eiga að tryggja að manni takist þetta. Markmið er að skilja hvort við getum í alvöru endurtengt heilan á 3 vikum. Og þetta er lykilorðið, endurtengt. Þetta snýst ekki bara viljastyrk, heldur líffræðilega breytingar. Halló allt saman. Hljar kveðjur til ykkar allra. Við erum afaglöður að vera aftur með ykkur í nýjum þætti. Hjá Charismatic vinnum við allan sólarhringinn að því að skapa efni sem er raunverulega gagnætt fyrir ykkur. Yfir 50 manns leggja sitt að mörkum af nákvæmni og alúð í gegnum netrás okkar svo þið fáið bestu mögulega upplifun. Ef þið hafið gaman að þessu efni, vinsamlega deili mjónbandinu með öðrum. Þessi litla aðgerð hjálpar þættinum að ná til fleiri og gefur okkur orkuna til að halda áfram enn sterkari og betri. Eigum að byrja? Gerum þetta. Ok, þá byrjum að byrjuninni. Upprunanum. Já, því hann er frekar óvæntur. Þessi 21 dags regla, hún kemur ekki frá einhverjum á Instagram. Hún er rakin til lítalæknis. Dr. Maxwell Maltz á 7. áratugunum. Sem hljómar furðulega. Hvað hefur lítalæknir með það að gera að koma sér í ræktina? Það er frábær spurning og svarið er, kjarni málsins, Dr. Maltz tók eftir munstri hjá sjúklingunum sinum. Hvers konar munstri? Eftir aðgerð, segjum, nefaaðgerð, þá tóka sjúklingana meðaltali 21 dag að venjast því sem þið sáðu í speklinum. 21 dag? Já, og það sama gerðist með fólk sem misti útlim. Það tók 3 vikur fyrir drauga útlimstilfinninguna að minnka og fyrir heilan að sætta sig við nýja veruleikan. Bittu núna við, þannig að heilin okkar er að díla við nýjan vana, eins og að borða hollara. Nákvæmlega. Já. Á sama hátt og hann myndi díla við að missa handlegg. Í grunninn, já, þetta er sama kerfið. Maltz áttaði sig á að þetta snerist ekki útlítið sjálft, heldur sjálfsmyndina. Sjálfsmyndina? Já, þessa innri mynd sem er greitt í taugabrætur heilans. Heilin þarf tíma til að uppfæra þetta kort af því hver við erum. Þetta var grunnurinn af bókinni hans, Psycho-Cybernetics. Og vísindin í dag stylja þetta? Já, algjörlega. Heilin þráir stöðuleika. Hann er í grunninn orkusparandi líffæri. Orkusparandi? Hvað þýðir það nákvæmlega? Hugsa venjuna þínar. Að keyra bíl, bursta tendur. Já, maður hugsar ekkert það. Einmitt. Það er sjálfvirt og krefst því lítillar orku. Heilin elskar það. En nýhegðun, hún er gríðarlega orkufrekk. Hún neyðir heilan til að vinna yfirvinnu. Og berjast gegn gömlu hvötunum. Nákvæmlega. Þessi innbyggða leti heilans er ekki galli. Hún er fróuð til að spara orku. En það þýðir að heilin lítur á nýja vanan sem ógn við jafnvegið. Já. Og þá skilur maður þessa hringrás mistaka. Heimildin lýsir þessu svo vel. Dagur 1 er frábær. Maður er fullur eldmóðs. Dagur 2 gengur líka vel. Svo kemur dagur 4. Og þá er eins og allt sé tvöfalt erfiðara. Hver einasta fruma í líkamannum öskrar á það gamla. Og maður gefur eftir einu sinni. Hugsar bara í dag. Og búm, maður er komin aftur á byrjunarrit og þetta er sannlega ekki skortur að vilja styrk, þetta er heilin sem er bókstaflega að berjast á móti. Nákvæmlega. Þetta er ekki persónulegur brestur, þetta er tágakerfið að gera það sem það er hannað til að gera. Verkefnið er að sanna fyrir heilan að nýja hegðunin sé nýja normið. Ok, svo hvernig vinnum maður þennan slag? Heimildin segir að flestir klikki á þessu af því þeir brjóta 5 grunnreglur. Þeir vinna á móti heilanum, ekki með honum. Byrjum á fyrstu reglunni. Byrjað með litla sigra. Og þetta er kannski mikilvægasta reglan. Hún vinnur gegn þessari allt eða ekkert hugsun. Já, þetta ætla að gjörbylta öllu lífinu á einni nótti. Vakla klukkan 5, 2 tíma æfing. Það er bara uppskrift að því að gefast upp. Heimildin nota svo gott dæmi ef þú vilt vakna fyrr og vaknar venjulega klukkan 8. Ekki stilla klukkan á 5. Nei. Byrja á 7:45, korteri fyrr. Það er svo lítið að heilin nær valla að mótmæla. Í með rektinni. Byrja á 10 mínútna göngutúr. En hvaða sálfræðir á bak við þetta? Þegar maður nær þessum litla sigri þá losar heilinum dópamín. Það er umbúnarkerfið. Ok. Dópamínu virkar eins og límiði sem segir þetta var gott, gerum þetta aftur. Þannig byggir maður upp aga skref fyrir skref, innblástur kemur og fer,
En agi byggtur á litlum sigurum, hann endist. En er ekki hægt að maður fari of hægt af stað, að maður noti þetta sem afsökun til að forðast alvöru áskorun? Það er góðu punktur, en markmið fyrstu dagana er ekki endilega stórkostlegur ítrárangur. Markmið er að þjálfa sjálfsmyndina. Að verða manneskjan sem stendur við orð sín? Einmitt. Eftir viku að því að vakna korteri fyrr, ertu búin að sanna fyrir sjálfum þegar sjósínum í röð að þú getur þetta. Það sjálfströst er skrifþungin sem farf. Þetta meikar sens. Það snýst meira að byggja tröst en vöðva í byrjun. Ok, reglu nummer 2. Skilgreindi markmiðið þitt nákvæmlega. Já, því flest okkar setja sér óskir, ekki markmið. Ég vil verða heilbrigðari. Eða ég ætla að lesa meira. Það eru ofloðið. Algjörlega. Heilinn getur ekki unnið eftir óljósu korti. Það er eins og að segja við GPS-tæki, farðu norður. Það er heimilisfang. Nákvæmni skapar skuldbindingu. Í staðin fyrir ég vil verða heilbrigðari, þá segir maður eins og dæmið í heimildinni er, næstu 21 dag mun ég eingöngu drikka vatn og ganga í 20 minútur á hverjum degi. Það er ekki pláss fyrir miskling þar. Í lokdags veistu nákvæmlega hvort þú stóðst. Ekkert grátt svæði. Takk fyrir að vera með okkur hingað til. Ef þetta var gagnlegt fyrir ykkur, sendi það núna til einna mannesku, ein deiling, ein og sér, hvetur teimið okkar vörulega. Nákvæmlega. Þessi mælaleiki er lykillinn. Hann afhjúpar líka sjálfsblekkungu. Hvernig þá? Það er svo auðvelt að segja, jú, ég borðaði nokkuð hollt í dag, þó maður hafi fengið sér inn að kökusneið. Já, maður réttlætir það fyrir sér. En markmiðið var ég mun ekki borða neitt viðbættan sykur. Það er ómögulegt að ljúga það sjálfum sér. Þessi heiðarleiki er nauðsynlegur. Hann neyðir mann til að takast á við raunveruleikan. Akkurat. Svo, litlir, mælanlegi sigrar. En svo kemur umheimurinn og reynir að eyðileggja allt. Og þar kemur þriðja reglaninn, fjarlæðar á truflanir. Sem virðist augljóst, en er samt svo erfitt. Af því við vanmetum svo hrikalega áhrif umhverfisins á okkur. Viljastyrkur er takmörkuð auðlind. Eins og batteríu. Einmitt. Ef þú þarft stöðugt að berjast við fristingar, síman á borðinu, nammið í skápnum, þá klárast batterið. Ég var að viðkenna að símin er minn Achillesar hæl. Ég sannfæri sjálfan mig að ég þurfa að hafa nálægt ef eitthvað mikilvægt gerist. Sem er oftast bara afsökun, er það ekki? Jú, við skulum vera hreinskilin. Heimildin leggur til að líta á þessa 21 daga sem sérstakar æfingabúðir fyrir heiland. Þú þarft að hanna umhverfið fyrir árangur. Slökka á tilkynningum. Setja upp sem truflaði einhverja möppu sem þú sérð ekki. Ef þú ætlar að hætta að borða rusl, ekki hafa það á heimilinu. Þetta snýst ekki að vera veikkiðið, þetta snýst að vera klár. Nákvæmlega. Þú ert að mikka álægi svo heilin geti einbytt sér að byggja nýja vanan. Mér líkaði samlíkingina sem er notuð að maður segja vernda nýgróðursetta plöntu. Maður setur girðingu í kringum hana til að byrja með. Þessi 21 dagur eru girðingin. Einmitt. Svo er það 4. reglan sem getur hljómað eins og klísja en er víst vísindalega sönnuð. Notaði þakklæti til endurstilla heilan. Já, og ástæðan fyrir að þetta er ekki klísja er svo að það hefur mælanleg áhrif á efnafræði heilans. Hvernig þá? Fólk gefist oft upp af því það einblínir á það sem það skortir. Ég er ekki enn komin í form, ég er ekki enn búin að lesa bókina. Þessi hugsunarháttur eykur framleiðslu á streituhormóninu kortisóli. Og það gerir allt erfigara. Einmitt. En að iðka þakklæti örvar framleiðslu á serotoníni og dópamíni, vellíðanar efnum heilans. Það bókstaflega breytir ástandinu úr varnarstöðu yfir í vaxtarstöðu. En hvernig gerir maður þetta á degi 12 þegar maður er þreyttur og pirraður? Þetta snýst ekki að finna fyrir þakklæti, heldur að leita að því. Tillagan er einföld. Skrifaðu niður 3 hluti á hverju morgni sem þú ert þakklátur fyrir. Og það þarf ekki að vera stórt? Nei, alls ekki. Heitt kaffi, að sólin skíni, bara það að neyða heilan til að skanna umhverfið eftir jákvæðum hlutum, það er þjálfunin. Þetta er eins og að lyfta lóðum fyrir hugan. Ok. Þetta er eins konar andlegt vítamín fyrir ferlið. Og þá er það síðasta reglan, númer 5, mundu fyrir hvern þú ert að gera þetta. Og svarið er ekki bara fyrir sjálfan mig. Nei. Þó það sé undan byrjunin. Þetta snertir að þurfinni fyrir tilgang sem er stærri en við sjálf. Þegar markmiðin okkar tengjast velferð annara, verður fatningin. Allt önnur. Heimildin segir að það sé alltaf einhver sem fylgist með. Barn, sískinni, vinur, eða jafnvel framtíðarútgáfan af manni sjálfum. Já. Svo þegar maður er að gefast upp, þá er þetta eins og sjálffræðilegt hakk til að halda manni við efnið. Man getur leitið á það þannig. En þetta er meir en það. Þegar röddin í höfðinu segir hverjum er ekki sama,
Þá getur hugsunin ég að gera þetta til að vera fyrirmynd fyrir dóttur mína verið akkerið. Það gefur erfiðinu verkingu. Nákvæmlega. Og þá það áskorunin. Heimildin mjög bænskeitt hérna. Hún segir að flestir munu hlusta á þetta, finna fyrir smá nista. Já, gera svo nákvæmlega ekki neitt. Fara beint aftur í gamla farið. Það svo mannlegt. En fyrir þá sem vilja meira, þá áskorunin skýr. Veldu einn vana. Ekki 5, ekki 3, bara 1. Skrifaða niður nákvæmlega. Skuldbindu þig til að fylgja þessum 5 reglum í 21 dag án afsakana. Án þess að segja ég byrja á mánudaginn. Byrjaðu núna. Kjarni málsins þá kannski þessi að þetta snýst ekki að bíða eftir innblæstri. Þetta snýst að taka ákvörðun að verða sú manneskja sem klárar það sem hún byrjar á. Óþægindi fyrir langtíma vöxt. Þessi 21 dagur ekki töfralausn, en þeir geta verið sönnunin sem að þarf fyrir sjálfan sig. Sönnunin fyrir því að breytingur möguleg. Og að maður hefur stjórn af henni. Þá skilja fólki eftir með eina spurningu til umhugsunar. Ef heilin berst gegn nýjum vönum af því hann lítur á þær sem ógnver öryggi. Hvaða gamla öryggi heilin þá að reyna að vernda í lífi hvers og eins með því að halda í gamlar, óafkastamiklar venjur? Og hver raunverulegur kostnaður þess að halda í það öryggi? Takk fyrir að vera með okkur til enda. Ef þessi þáttur hjálpaði ykkur, endilega settið like, skiljið eftir stutt athugasemd og deilið honum með einhverjum sem geti haft ánægja á honum. Hver deiling hjálpa fleirum að finna okkur. Og ekki gleyma að vera áfram áskrifandi að Charismatic, það besta enn framundan. Sjáumst í næsta þætti. Haldu áfram að vera Charismatic. Charismatic.